Þá það 9. liður í útsendu dagskrá skemmtiferðaskipa á Akureyri, mengun. Bæjarfulltrúi Preben J. Pétursson hefur óskað eftir umræðu þessi mál. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég óskaði eftir umræðu þessi mál og ég held að sé ekkert svo sem, þetta ekkert mitt mál frekar en annara. Ég held að veit ekkert hvort annað en að flesti bæjarfulltrúar sé andum umhverfið sitt og vilji bara vel í þeim efnum. Og Akureyringar eru svona, held ég eftir hópa mjög umhverfisvænir. Og það alveg þörf á því að þess vert að hrósa bara bæjarbúum fyrir hvað hafa raunum staðið vaktina vel. Það hefur mikið verið horft til okkar, hvað að gera á Akureyri, okkur gengur svona vel þar. Og við höfum bara að halda áfram. Mér finnst þetta góð þróun, við erum að standa okkur vel í sorpmálum, getum alltaf gert betur og á mörgum sviðum. Nú, í umhverfis- og samgöngustefnu bæjarins, sem samþykkt var ekki fyrir svo löngu síðan, var ég þátttakandi í að samþykkja hana, segir í kafla 1.1 sem heitir orkugjafa, loftslag, loftgæðamál meðal annars. Akureyrarbær skuldbundu sig með undirrituðu loftgæðastefnu til að vinna að minnkun gróðurhúsalofttegunda og leggja þannig sitt af mörkum í þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist. Enn fremur segir, með leyfi forseta, nýta skal rafmagn, metan, lífdísil eins og kostur í samgöngum. Í kafla 1.2 sem ber heiti samgöngur hins vegar ekkert minnst á samgöngur á sjó eða skipum yfirleitt. Í kaflanum aðgerðir ekkert rætt mengun skipa eða hvað megi gera til þess að draga þar úr. Ég velti hreinlega fyrir mér að við höfum bara gleymt að horfa til þess að þátt. Ég gat ekki nálgast neina umhverfisstefnu hjá Hafnasamlaginu á netinu, sjálfsagt til en ég fann hann ekki. Nú í fréttu RÚV kom fram að örsmáar agnir í útblæstri skemmtiferðaskipa séu 200 sinnum fleiri en eðlilegt má teljast. Þetta samkvæmt mælingu sem Náttúruverndarsamtök Íslands gerðu með aðstoð þýskra náttúruverndarsamtaka. Þar kemur einnig fram að stjórnvöld myndi í þessu mánuði fullgilda alþjóðasamninga viðauka mengun frá skipum. Að því loknu sé hægt að setja strangari kröfur mengunarvarnir á íslensku yfirráðasvæði, líkt og gert í Norðursjó, Eystrasalti og Ermarsundi. Og þá segir umhverfisráðherra sem stendur vaktina koma til greina að skylda skip að hafa hreinsunarbúnað svo þau losi minna af sótaugnum sem hafa skaðleg áhrif á heilsu fólks. Jafnframt kemur fram í fréttum að í loftslagsáætlun borgarinnar sé stefnt að rafvæðingu Faxaflóahafnar. Hver stefna hafnasamlagsins hvað slíkt varðar? Og hver geta samfélagsins við Eyjafjörð til þess að rafvæða yfir höfuð? Við þekkjum þá sögu mjög vel. En við getum samt gert okkur stefnu. Við höfum öll trúið ennþá að komi nú nægt rafmagn á svæðið, ef það besta lausnin. Svartolía á útleið, mörg skip sem hingað koma keyra á dísel við strendur og í höfnum og önnur eru með hreinsunarbúnað. Það vita þeir sem hafa kynnt sér málið. En það breytir því samt ekki að við sem sveitafélag eigum að hafa okkar stefnu hvað þetta varðar og hugsa fyrst og fremst heilsu fólks og umhverfið okkar. Ég tel það því mjög mikilvægt að Hafnarsamlagið, ef til vill með samvinnu með Atvinnuþróunarfélaginu og Norðurorku, láti vinna verkfræðilega skýrslu málið. Það þurfi meðal annars að koma fram hvaða lög Evrópusambandið hefur sett
sem tengja skemmtiferðaskipum? Hvernig tengingin við Parísarmarkmiðin? Hvað segja skipafélögin sjálf? Hvað möguleika eru til að útvega græna orku á bryggjum? Hvernig mun skipaflotinn vera eftir 10 ár og svo framvegis og framvegis? Sjálfur veit ég afskaplega takmark þetta mál. En ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum það og gerum okkur stefnu í þessu. Við erum að gera fullt af mótvægisaðgerðum til að kolefnisjafna. Hvað kröfu getum við gert á hafnarsamlagi sem fyrirtæki eða í eigu bæjarins að koma með sína mótvægisaðgerðir? Disnes, við höfum talað stórskipahöfn þar. Það er mjög mikilvægt að vita hvað erum við að tala þegar kemur á loftslagsmálum og loftgæði. Er það raunhæft út af þeim markmiðum sem við viljum setja okkur hérna í Eyjafirði og sem búuristað? Hvernig skip koma þangað? Það var ágætt að vera búin að móta þessi stefnu. Nú, landslög hafa töluvert með að segja líka. Klárlega er það ríki sem leggur ákveðna stefnu í þessu, en við getum samt gert okkur stefnu hvað við viljum gera. Hvernig við sjáum samfélagi fyrir okkur. Hvað mótvægisaðgerðir við ætlum að bregðast við. Hvernig við ætlum að bregðast við. Eigum bara endalaust að planta trjám? Kannski það leiðin. Nú, skipafélögin hafa sannarlega unnið í þessu máli líka, en það var ekki okkar tilsettan. Það er sannlega annarra. Nú, það er fullt af flugvélum hér til fljúga. Við höfum svo sem ekki gert okkur neina stefnu í þeim málum, en að ég veit að menn séu, og við höfum að tala að gróðsetja 2-3 per farþega og getur keyptir þannig frá loftslagsmálum, eða getur kolefnisjafna á þann hátt. En ég legg fram ákveðna eftirfarandi bókun og vil hafa hana frekar opna. Það vant að koma upp og segja að ég krefjist þess að hafnarsamlagi komi með eitthvað lausn eða eitthvað, en finnst að þeir sem fara með umhverfismáli núna í dag hugsanlega taki málið upp á nýju. Óska eftir því að bæjaryfirvöld marki sér stefnu varðar loftmengun frá skipum og endurskoði umhverfis- og samgöngustefnu sína í samræmi við það. Ég segi skipum, ekki skemmtiferðaskipum. Það er fullt af öðrum skipum og sum þeirra verulegir umhverfisvofar. Nú, ég óska bara eftir góðri umræðu og því ég veit og tel það við höfum öll sömu markmiðin. Þetta er engin dómur eða árás á einn eða neinn. Ég held við höfum bara einfaldlega gleymt þessu og ég þarf að meðal. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Jú, sjálfur sér ekkert að því að velta fyrir sér að búast marka sér einhverja stefnu. Það kom fram í máli samt Prebins og kannski kemur fram í máli mínu líka að maður ekki alveg átt að sjá því hvað maður er að tala. Og ég hefði talið að við kannski þetta er svona pínulítið svona að mínu mati verið að hæpa þetta svolítið upp núna þessi dagurinn. Það er vissulega rétt að það kom í fréttir það að það hefði verið þarna þýskur sérfræðingur að reikna út eða mæla loftmenguna við eitthvað skemmtiferðaskip. Það er nú bara þannig samt sem áður að samkvæmt lögum þá eiga skip ekki að nota svartolíu við hafnir landsins og það hefur verið í lögum alveg frá reglugerðum og lögum frá árinu 2015. Þannig að það liggur ljóst fyrir að menn eiga ekki að vera að brenna svartolíu á meðan þeir eru við strendurnar eða við hafnirnar.
það hefur líka sko, maður velti hins vegar fyrir sér sko, og ég held að það sé mikilvægt að umhverfisstofnun komi þarna inn í og reyni að mæla þetta og meta og gera úttekt á þessu. Hvernig eru skemmtiferðaskipin sem eru að heimsækja okkur? Það hefur verið alls konar umræðum það að við hingað séu að koma vestu skemmtiferðaskipinu og hingað komi bara einhverjir svartolíu spúandi drekar. Hins vegar það þannig að þau skip sem og þessi stærstu skipafélög sem eru að koma hingað, þau leggja afskaplega mikið metnað upp úr því að draga úr mengun. Það eitt af því sem hefur verið svona gegnumgangandi hjá þessum skipafélögum, það er rauninni að reyna að draga úr mengun og þegar þessi umræða komst hér í hámæli þá var gerð könnun hérna af hafnaryfirvöldum að 5 skip sem hingað komu til Akureyrar bara í síðustu viku, þau voru bara hérna, þessi 5 skip sem voru bara tekin bara í tékk, að þau sem sagt voru öll að sigla hér inn á, voru ekki að sigla hér inn í fjörðinn á svartolíu. Eitt að notaði þó svartolíu á leiðinni en það fór ekki af stað með svartolíu fyrir að komið 200 mílur út frá ströndinni. Þannig að hér voru allir að koma inn á öðrum eldsneytisgjafa heldur en svartolíu. Þannig að ég held að sko, menn eru að reyna að gera ýmislegt í þessu. Það náttúrulega, þegar menn tala sko, eins og ég segi sko líka, ég kannski bara svipari stöðu eins og Preben, að ég ekki sérfræðingur í þessu, en ég reyndi þó að kynna mér þetta því ég sá að hann hafði beðið þetta mál á dagskrá og hafði samband við hafnarstjóra og formann hafnarsamlagsins til að átta mig á því hvað væri verið að tala. Og það nú þetta sulfúr sem að mér kalla, við erum að tala að það 3,5% sem að má vera á heimshöfum í dag, fyrir utan þessi EKA-svæði sem í Miðjarðarhafi og við strendur Skandinavíu og við svona 5%, 5-7% af sem sagt, höfum heimsins sem eru með þessa EKA-reglu sem að gera ráð fyrir 0,1%. Núna stendur fyrir dyrum 2020, 1. janúar, þá þessi svo kallega 7. grein í samþykktum sem að ég reikna nú með að ríkisstjórnin hérna samþykki og ég held að menn ættu kannski að skora á það og það bara orðið alþjóðlegt, það alþjóðlegar staðall sem að þá gerir ráð fyrir því að menn megi ekki brenna eldsneyti sem gefur meira frá sér 0,5% súlfúr og það rauninni sem þýðir þá í rauninni að menn eru þá komnir inn í þann sama orkugjafa eins og menn eru að nota í dag. Varðandi rafmagnið að þá það þannig og menn hafa sagt hvað hafnarsamlagi að gera. Hafnarsamlagi búið að vera að vinna núna að hugmyndum að gera vestari kantinn hérna, gera hérna kant hérna meðfram, austur, hvað þetta kallað? Hvað þessi bryggja kölluð? Tórabrygginu, hérna, niður á Tákvarum, ég man ekki hvað heitir. Og þar eru menn, þar hafa menn sko séð fyrir sér að koma upp spennivirki til þess að mæta þeim kröfum sem þarna eru menn að pæla í. Hins vegar eru við vandamáli með rafmagnið. Dagur B. Eggertsson sagði hér í viðtölum að hann var alveg tilbúinn að fórna því hann var jafnvel sagði fyrir sér að bara kæmi ekki skemmtiferðaskip fyrir að vera búið að koma öllum í rafmagn. En hins vegar það þannig að þetta hægara sagt en gert. Það þarf ýmislegt til og menn velta fyrir sér og ég hafi gott að vera með þetta með rafmagns-sérfræðing í salnum, í bæjarstjórasal. Hann getur kannski hugsanlega bætt eitthvað í nýju sömra en ég ræddi þarna við 2 einstaklinga sem þóttust að hafa pínu vitt á þessu og voru menntar á þessu sviði. Og það ýmislegt sem að sko erfitt við þetta. Þetta ekki bara þetta svo stórt og mikið og það sko eitt stóru skemmtiferðaskipin taka einhver 14-16 megavött. Og maður velti fyrir sér líka sko í rauninni það raunhaft til sko það raunhaft markmið að koma upp svona ef það ekki sem sagt í rauninni meiri notkun á rafmagninu að koma svona miklu rafmagni ég veit ekki eins og hvernig við fáum þetta rafmagn. Í dag erum við ekki með það. Höfuðborgin aftur á móti býr svo vel að þeir eru auðveldar með að fá rafmagnu þess að alla leiðslur liggja til höfuðborgarsvæðisins. Þannig það kannski auðveldara fyrir þá að koma þessu á hjá sér. Þeir eru náttúrulega þrýst á ríkið, við þurfum náttúrulega að gera það líka að þrýst á ríkið, en við þurfum líka að byrja á því að fá rafmagnið inn í fjörðin okkar. Það bara pínlítið áhyggjuefni að mínum mati. En ég held að menn séu sko, menn eru meira sem sko stóru skipafélögin eru með svo kallaða skröbbera sem að gera það verkum að það er svona hverflar sem að draga úr mengurinni og þegar við sem hérna kannski að horfa niður á höfn og sjáum hérna einhverja gufu koma upp úr skipunum þá höldum við stundum að þetta sé mengun en þá þetta bara gufu vegna þess að menn hafi verið að nota þessa skröbbara til þess í rauninni að taka úr agnir með vatni
Þannig að þetta svona, menn að vinna og þessi skip flest af þessu fyrirtækjum að vinna mjög metnaðarfullt í þessum efnum. Þeir hjá hafnasamlunum hafa hafnarstjóri sagði mér það að þeir hefðu verið að vinna í því að heyra í þessum fyrirtækjum öllum saman en hann kallaði bara eftir því að það yrði náttúrulega, það erfitt fyrir höfnina sem slíka að hafa þetta eftirlit. Umhverfisstofnunin verður að hafa eftirlit og þeir verða að vera vakandi, það verður að vera einhver svona mæling á þessu og það verður að fylgjast með að allir séu að gera þetta rétt. Hins vegar kemur fram í þessari Global Sulfur Limit sem að IMO að gefa út að það kemur fram í rauninni hvernig menn ætla að standa að þessu og varðandi skal ég segja í framtíðina þá náttúrulega verða bara þegar þeir fá olíuna þá verður hún uppfylla þessa staðla sem þeir að fá borð. En svo kemur öðru að því að varðandi skal ég segja rafmagnsmálin okkar og við tölum að því að skipavélin alltaf að leita hagstæðari lausna. Og núna sem þetta eru 80 skemmtiferðaskip í smíðum og 25% af þeim 80 skip í heiminum í smíðum og 25% af þeim eru verða knúin gasi. Og ef að verður fjölgun á þessu, við fórum hérna í mikla framkvæmdi við að koma hér upp rafmagni og ef að menn færa sig svo smátt og smátt yfir gasið þá getur vel verið og segjum sér svo í framtíðina því við vorum að tala aðalskipulag og sjá lengra fram í tíma og svo framvegis, segjum sér að menn kæmust allir yfir á gasið í framtíðinni, þá vorum við kannski búin að fjárfesta hérna heilmikið fyrir rafmagn sem við myndum ekki þurfa að nota. Þannig að ég held að það sé margt sem að þarf að skoða í þessu. Menn eru rjúk á stað með einhverja lausnir en þetta svipað eins og með í umræðan hér áðan leikskóla og fleiri mála. Þetta þarf að horfa á krónur og aura og hvað vinnst með þessu og hvernig staðinn á þessu og það held ég sé mikið að gerum. Allt í lagi við getum alveg ákveðið það að marka okkur einhverja stefnu en ég held sé líka mjög mikilvægt að við áttum okkur raunverulega á stöðunni. Það sé ekki bara einn maður með mæli sem lappar niður á höfn sem fenginn af náttúruverndarsamtökum þýskum og svona, við verðum bara að mæla þetta og fá bara hlutlaust mælingu á því hvernig staðan nákvæmlega á þessu Ég held að það hljóta að vera eitthvað sem við þurfum að gera. Ég alveg sammála því, við þurfum að vita hvað mikið mengun hérna niður í höfninni. Ég alveg sammála því, en svona, við höfum líka passa okkur að vera ekki að tala of miklum upprópunum í þessum málum. Þess að það eins og ég hugsaði með mér þegar Dagur var að segja þetta, það fleiri heldur en skemmtiferðaskip sem koma til hafnar í Reykjavík. Það ekki alveg víst að þetta gangi allt saman upp. Þannig að við þurfum að vera pínulítið skynsum í því sem við ákveðum. Ég ekkert þessi bókun þín, bæjarfulltrúi, í sjálfu sér ekkert, það ekki verið, ég hafði miklar ágjörð því að við verðum að fara reyna að fara að samþykkja einhverja bókunina sem væri að setja okkur einhverja skorður. Þetta er náttúrulega kannski svona bókunir eins og allt í lagi, menn þá bara þá að skoða málið og marka sér stefnu út frá þessu. En ég held að við séum í rauninni að það gerist bara sjálfkrafa. Ef þetta gengur eftir 2020 og það gengur eftir við samþykkið og ég trúi því bæjarfulltrúi Prepuna að þinn umhverfisráðherra sé á þessari skoðun og þetta verði samþykkt þá mun þetta gerast að sjálfu sér. En menn hafa þennan aðlunartíma og þeir gerðu ráð fyrir á sínum tíma að þeir tók ákvörðun 2016, þetta var möguleiki annað hvort átti að gerast 2020 eða 2025, en þeir ákveða 2016 að þetta myndi gerast árið 2020, þess að þeir vildu ekki bíða til 2025, bara vegna umræðinu loftslagsmálin almennt. Ég held að sé allir að vinna í sömu átt að reyna að koma í veg fyrir þessa mengun sem frá öllum, hvort sem skemmtiferðaskip, bílar eða hvað það nú, en við þurfum að finna raunhæfa lausnir til þess að draga úr menguninni. Takk. En aðeins bara lokum, eins og ég segi, ég kannski bara í svipari stöðu eins og bæjarfulltrúi Prepuna, maður finnir bara inn á við þessu gögnum kringum þessu umræðu, ég ekki sérfræðingur í þessu, en annars skal ég segja vænt til þess að ef við förum í einhver svona vinnu þá fáum við bara menn til þess að skoða þessi mál. En fyrst og fremst held ég að sé mikilvægt að við fáum mælingar og það sé mælt á hinu opinbera. Þannig að við séum bara við vitum hvað að gerast. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Preben fyrir að biðja að málið sé tekið hérna dagskrá vegna þess að eins og hefur náttúrulega komið fram hérna í umræðinu þá kannski ekki alveg innboðið
að þetta væri hér á dagskrá þar sem að enginn hérna veit nokkuð skapaðan hlutumálið næstu í. En það er samt gott og þetta mál finnst mér rosalega áhugavert bara sem pólitíkus. Vegna þess að ég held við eigum það öll hérna inni sameiginlegt að hafa ekkert einhvern veginn, sko við erum samt búin að heyra kvartanir bæjarbúa síðustu misserin og árin yfir mengun frá skemmtiferðaskipunum. Ég held að sé ábyggilega enginn hérna sem hefur ekki heyrt fólk tala þetta og hefur ekki séð ljósmyndir á samfélagsmiðlum þar sem er verið að taka ofan úr brekkunni yfir pollinn og verið að gera athugasemdir við reykinn frá skemmtiferðaskipunum. En við höfum einhvern veginn ekki haft rænu á því, ég ætla bara að segja, að einhvern veginn taka þetta, og það kannski vegna þess að umræðan hún tvískipt og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin reyndi hérna að blanda henni saman, en þetta samt óskild atriði, það það hvort og hvernig við ætlum að tengja þessi skip við rafmagn. En allt annað mál síðan hverju þau blása út skorsteinin ef þau eru ekki tengd við rafmagn. Og við þurfum að passa okkur á því að aðskilja þetta tvennt, að vera ekki að ræða þetta tvennt, ekki vera að blanda þessu saman vegna þess að þetta ekki sama málið. Og það sem við höfum núna vaknað upp í vondan draum mörg hver frá við fréttatilkynningu frá Náttúruverndarsamtökum Íslands, þar sem að fullyrt að þessi skip, hvert skip mengi á við 1.000.000 bíla. Og ég hef heyrt margar athugasemdir gerðar við þessa fullyrðingu, en að hluta til á hún rétt á sér vegna þess að þarna verið að bera saman brennisteinsmengun. Og það hægt að bera saman alls konar mengun, það eru alls konar efni sem verið að spúa til loftið og þau eru misjafnt. En það hægt að bera þetta saman, það líka hægt að bera aðra hluti saman þar sem að eitt skip mengar á við 200.000 bíla eða 200 bíla. Það hægt að ræða þetta á alls konar forsendum og það auðvitað hluti af vandanum, eins og bæjarfulltrúi Guðmundur benti hérna á, að við eigum ekki mælingar og það hafa bara ekki verið gerðar nógu góða mælingar á því hvað að koma út úr þessu skipum. En hins vegar það finnst mér mjög slæmt að viðbrögðin við því að náttúruverndarsamtökin taki af skarið og setji hlutina kannski bara dálítið harkalega fram og komi þeim þannig inn í fjölmiðla, inn í eina almennu umræðu og þar af leiðandi hingað inn í dag. Það allt í lagi, það bara gott. Við höfum verið þakklát þessum samtökum fyrir að koma málun á dagskrá, af því að það gríðarlega mikilvægt. En ég get hins vegar sagt ykkur það að það var búið að vekja athygli mína á þessu máli áður. Ég var búin að hafa samband við hafnarstjóra og spurja hvers vegna Hafnasamlag Norðurlands hefði ekki tekið þátt í áskorun Faxaflóahafna til ríkisstjórnarinnar að samþykkja Marpol-samninginn eða þennan 6. viðauka sem að tala og í kjölfari síðan að skilgreina svokallað ESA-svæði í kringum Ísland. Og það voru bara mjög loðin svör sem ég fékk og í raun og veru engin ástæða fyrir því nema þá kannski helst að það hefði ekki verið haldinn fundur í hafnarstjórn. Síðan var haldinn fundur í hafnarstjórn í síðasta mánuði, málið var tekið fyrir og lagt fram til kynningar. Og mér finnst það bara lélegt vegna þess að hafnarstjórnin í henni sitja pólitíski fulltrúar. Og það nefnilega, og það alveg rétt sem bent hérna á, að það erfitt fyrir fyrirtæki að hafa eftirlit með sjálfu sér eða sínum viðskiptavinum sem að fyrirtæki sjálft hefur hag af því að séu í viðskiptum. En hins vegar á ekkert að vera erfitt fyrir pólitíska fulltrúa að setja málun á dagskrá og taka afstöðu til þeirra. Og þess vegna erum við með pólitíska stjórnir í okkar fyrirtækjum. Það til þess að gæta hagsmuna almennings. Þannig að ég ætla bara að kvarta hérna yfir bara pólitísku kjarki hjá þeim sem sitja í stjórn Hafnasamlags Norðurlands. Af því að það ekkert nógu gott að humma svona fram af sér. Þó ég skil miklu betur af hverju hafnarstjóri sjálfur hefur ekki forgöngu í þessu máli. Hann ber miklu meiri ábyrgð á business hlutanum. Ef við pólitíkusar sem að tökum á okkur störf sem kjörnir fulltrúar fyrir hönd almennings,
við eigum að hafa kjark til þess að taka þessu umræðu og koma þetta að skrá og skora á eins og í þessu tilfelli að ég veit líka að það eru margir sem segja að þetta er ekkert okkar vandamál, við getum ekkert gert í þessu, þetta er ríkisstjórnin eins og bent hérna á, þetta er umhverfisráðherra sem á að samþykkja MARPOL-viðaukann og á að leggja til skilgreiningar á þessu ekasvæði. En auðvitað eigum við líka að hafa, og við erum í þeirri stöðu sem pólitískir fulltrúar að þrýsta á ríkisstjórnina að gera þetta. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að hér sitja ekki fólk í stjórnum út í bæ í svona máli og dragi lappirnar. Af því að þetta erindi barst frá Hafnarstjórn Íslands til Hafnarsamlags Norðurlands 28. júní í sumar. Þannig og það og þetta hafi ekki komist í raun og veru betur í umræðuna fyrir en að náttúruverndarsamtökin gera upp á sína eigin spýtur, mælingar. Ég meina það þetta er vandamálið. Af hverju vorum við ekki að gera mælingar? Af hverju vorum við ekki búin að gera kröfur á að gera mælingar? Ég man eftir því þegar ég rak vefmiðil sem hét akvaf.is og skrifaði fréttir Akureyri. Ég var endalaust að skrifa fréttir bilaða svifryksmæla og ég er ekki alveg viss og þetta var árið 2000 og 12 til 14. Ég er ekkert viss þessi svifryksmæla séu ennþá konur í almennilegt lag. Þeir eru konur í lag, það er rosalega gott. En við höfum ekkert haft neitt sérstaklega mikið metnað fyrir umhverfismælingum, finnst mér. Og en það er búið að ýta bæinn í ég ætla bara að segja áratug vegna þess að ég talaði við fyrrverandi bæjarfulltrúa Vinstri grænna, hana Kristínu Sigfúsdóttur, sem var mjög virk í því að kalla eftir mælingum á loftgæðum. Þannig við bara höfum ekki staðið okkur vel, við höfum bara verið þakklátt fyrir náttúruverndarsamtökin að koma þessu í umræðuna og ég legg til að við tökum öll undir þessa ályktun hans Prebens að við förum að vinna í því að setja okkur stefnu í þessum málum. Og auðvitað á þetta ekkert bara við skemmtiferðaskip, þetta við alla skipa umferð á svæðinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágæta bæjarfulltrúar. Ég veit ekki betur en að við höfum verið að samþykkja skjal áðan þar sem talað töluvert loftgæði. Tillaga að aðalskipulagi Akureyrar og Kaupstaðar 2018-30. Þar lagt mikið upp úr loftgæðum og því að við verndum loftgæðin og vörnum mengun og meðal annars rætt þar og sagt ekki liggja fyrir miklar upplýsingar iðnaðarmengun en nokkur mengun frá skipum, meðal annars skemmtiferðaskipum sem eru stór og koma mest að sumri. Og svo bara stefnu yfirlýsing, horfa þar til rafvæðingar til að sporna við þessu. Þetta stendur í flagginu sem voru að samþykkja á. Og ég tek að heilshugar undir það að loftgæði skipta okkur að sjálfsögðu miklu máli. En mér finnst við þurfum að gæta okkar í því hvernig þessi umræða, hvert hún fer. Það er gott að þetta komi upp, en við þurfum líka að gæta þess að umræðan sé á réttu plani. Við þurfum að gæta þess að við séum að tala rétta hluti. Hérna í samfélaginu eru allt of oft mál blásin upp, jafnvel á röngum forsendum, þannig að fólk missir mannorð og þar fram eftir götum vegna þess að það sakað að hafa gert eitthvað sem það hefur ekki gert, stofnanir, fyrirtæki, einstaklingar, og svo bara kemur í ljós að þeir hafa eitthvað gert og þá er það bara leiðrétt. En hvernig leiðréttar maður hlutina? Nú liggja þessi skipafélög, þessi skip undir ámæli fyrir það að vera að brenna svartolíu hérna í höfnum. Eftir þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér að það er það bara ekki rétt. Það er ekki verið að brenna svartolíu.
Svartolían er orðin stóra málið í þessu hluta. Við höfum að sjálfsögðu að vinna gegn þessari loftmengun og það Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kom ágætlega inn á þetta hérna áðan og við þurfum bara að rannsaka þetta. Og ég ætla bara að benda á það að þessi einstaklingur sem að vitnað er til gerði þessar mælingar daginn á bryggjum í Reykjavík. Mér var að benda á það að skoðaði hann þá áhrifin á einhverjum 60 til 80 rútum sem voru í gangi á svæðinu á sama tíma. Ef að það er rétt að svo hafi verið, þá kannski full ástæða til að veltaði fyrir sér hefur það haft áhrif. Svo er tvískinnungurinn okkar dálítill í þessu öllu saman. Nú eru farþegaskip orðin einhver lóraböggullina. En hver eru áhrifin af millilandaflugi? Ef við horfum bara á Reykjanesbæ þar sem mikið rifist út af stóriðju sem þar er rekin og stöðvaði bíli, en hvaða áhrif hefur til dæmis gríðarlega aukin umferð flugvéla Keflavík haft á loftgæðin á Reykjanes eða kolefnislosun á Íslandi? Við erum kannski ekki að velta því fyrir okkur. Fór þessi aðili út á Reykjanesskagann og mældi mengun þar og tók þetta í stærra samhengið, ekki endilega. En ég styð alltaf, og mun alltaf styðja það, að við stundum rannsóknir, við öflum gagna svo við getum tekið ákvarðanir byggðar á raungögnum. Það er bara lykilatriði í þessu sambandi. En við verðum líka að muna á það þegar menn er að tala þessi skemmtiferðaskip, að því að rekstrarlega fyrir höfnina skiptaðu gríðarlegu máli. Að í þessu plaggi sem við vorum að samþykkja hér fyrst í dag, þá kemur fram að koma skemmtiferðaskipa skapi 80 ársverk og skili inn í þetta samfélag cirka tæpum 2 milljörðum króna. Og ég get ekki tekið undir orð forstöðumanns sveitarfélagsins sem segir bara, já, mér er bara alveg sama þó þessu skipum fækki. Ég meina, nei, mér er bara ekkert sama. En við þurfum að taka á málinu. Við getum ekki verið með ábyrgðarlausar yfirlýsingar með þessum hætti. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigurjón Jóhannesson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég get tekið undir það. Það er örugglega mjög gott að skoða þessi mál og kanna hvað er á ferðinu og hvað er hægt að gera og setja fram stefnu. Það er kannski fyrsta sem þarf að gera, það er bara að skoða hvernig standa málin og það hafnarsamlagi gerir það eða þá í samvinnu við bæjarfélagið og Norðurorku sem dæmi. Það er mikil notkun á olíu við skipaflotann. Í dag ég vona ég sé ekki að fara með neina fleipur. Þannig að öll skipin sem leggjast hér að bryggju sem eiga hér heimahöfn og togarar útgerðarfélagana sem koma hingað og þeir eiga möguleika að fá tengingu með rafmagni. Og það bara er mikill kostur fyrir þau. Síðan aftur á móti flutningaskipin sem eru stærri, þau hafa ekki nýtt sér það. Síðan komum við að skemmtiferðaskipunum sem eru reyndar ekki öll á sömu stærð en þessi stærstu skemmtiferðaskip eru svo margfalt stærri þessir togarar okkar að það bara, við erum langt frá því að geta sinnt því. Og hef ég eftir tölur í viðtali við mann sem er á skemmtiferðaskipinu Æda sem kemur oft hingað. Viðtalið tekið við hann í höfninni Hamborg sem er búinn að þróa að tengja skipin við rafmagn, þau liggja þar. Hann sagði í þessu viðtali sem ég sá á netinu að þeir eru að nota 1,2 tonn af dísilolíu á klukkustund í höfn, ekki á siglingu, í höfn.
en að tengja slíkt skip í höfn náttúrulega bara eins og svona kannski hálf notkun á Akureyrarbæ í dag á þessu augnabliki. Við þyrftum að vera með svona cirka 4 glerárvirkjanir sem við erum að fara að reisa hérna frá til þess að anna einu svona stóru skemmtiferðaskipi í rafmagni. Þannig að þetta ekki að fara að gerast á næstunni allavega, ekki með að við hvernig raforkukerfið í dag til okkur og móti kemur þetta sem bæjarfulltrúi Guðmundur kom náttúrulega inn á að fjárfestingin til þess að koma slíkum búnaði á höfnina til þess að tengja þessi skip það mikill að nýtingartíminn svo stuttur þó liggi hérna við kantinn í 12 klukkstundir nokkuð mörg reyndar yfir sumarið. En það örugglega hægt að rafvæða betur við hafnir og það margar hafnir að gera þetta náttúrulega all land og það eru til skýrslur frá höfnum. Ég sá skýrslu sem innan við 2 ára frá Hafnarfjarðarhöfn og eflaust eru til svona úttektir víða land varðandi rafvæðingu fyrir skip. Og þá ég að tala kannski minniskip sem þau ráða við. Mér vitna síðan í skemmtiferðaskipin en það er bara það mikil fjárfesting til þess að koma því í gagnið að það kannski ekki hvað höfn eða orkuveita sem fari út í slíkt nema með miklu stuðningi eins og opinbera. Og til þess að tengja kannski svona risastórt skemmtiferðaskip niður á höfn þá myndi allavega hef ég eftir manni á Norðurlöndum vilja bara hafa 66 kV spennu á höfninni. Það er sama spenna og hérna í aðveitustöðinni upp í Þingvallastræti. Það væri heppilegast. Þessi skip eru líka á mismunandi tíðnum. Það nota ekki öll 50-rið eins og við erum að nota hérna í kerfinu. Sumir og 60-rið og þetta er tæknilegt vandamál sem hægt að leysa en þetta er dýrt fyrir svona stuttan tengitíma. En ég held að hafnirnar hafa aukið þetta mikið gagnvart okkar fiskiveiðiflota og öðrum minniskipum. Ég held að við sjáum þessi skipi ekki í gangi þegar við göngum á höfninni. Það eru landtengingar. Þetta er gaman sem að geta þess að þegar varðskipið Týr lá hér við bryggju, þeir tengdust við hitaveitukerfið og notuðu heitt vatn frá Norðurorku til að hita upp skipið þegar það lá hér. Það er orka, mjög góð orka, hrein orka. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera þó við séum ekki alltaf að leysa allt málið til enda, fyrir alla. Og bara bætaði við og komum kannski ekki þessari umræðu beint við, það kannski sýnir hvernig þróun í rafmagnskerfinu verið og að fyrir svona cirka 40 árum þá voru við hugmyndir hjá mönnum innan útgerðarfélagsins að hafa þetta öfugt. Hafa tengingar til að nýta rafmagnsframleiðsluna í togarunum til að komast hjá því að vera rafmagnslausir í fiskvinnslunni og í fristana. Það var áður en þessi núverandi byggðalína var tengd hér kláruð sem við erum ennþá nýta. Þá var reyndar varaflstöð niður á Eyri, sem var kallað toppstöð sem er búið að rífa í dag. En ég held að það væri bara mjög gott ef það beita ef bæjarstjórn einhver aðeins vilji beita þessi fyrir því að hafnarstjórn hér léti vinna einhver svona skýrslu bara til að kanna stöðuna og fá einhverja raunverulega tölur. Sen annað varðandi þessi skip, bara vil endilega koma með það er meira sem hangir á spýtunni varðandi umhverfismálið, það er til dæmis ruslið. Það er bara tilviljun að þið sáðu þetta í sjónvarpsþætti að það sá ég í Þýskalandi einhver hafa svona eins og hálfgerð rusl lögregla sem fór í borði skipin til að þurfti að kvitta fyrir allt rusl sem fór frá borði. Kom í veg fyrir að plast og annað lenti í sjónum. Ég veit ekki hvernig þessu er háttað hérlendis. Ég held að sé samt bara í góðu sé eitthvað gott kerfi í gangi. Takk. Bæjarfulltrúi Sigurður Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Bara vonandi verið réttur endi.
Nú, talandi hóflega umræðu, mér finnst nú umræðan hérna hafa nú verið hófleg, svona í þessu, og þess vegna erum við að ræða þetta, af því að hún kannski ekki endilega mjög hófleg út í samfélaginu. Ég ætla ekki að fá hláturskrampa hérna í ræðustólun. En þess vegna ég að spyrja þessu til að geta tekið þátt í umræðinni. Þess vegna ég óska eftir því að Hafnasamlagið komi með eitthvað verkfræðilega skýrslu til að geta tekið þátt í og hvað erum við raun og veru að tala? Erum við að fara að tala um það og erum við að fara að rópa á torgum, við ætlum bara að viljum tengja þessu öll skip við raforku? En það gerlegt? Ekki eins og staðan í dag. Ég spyr bara líka, þú veist, langar til að spyrja spurningu til þegar mann að tala um þetta frekar lítil notkun. Mér fannst þetta nú ekki smá mikið notkun sem þú átt að tala um. Ef við getum selt rafmagn til 100 skipa á þetta magn af orku yfir sumartíma, þegar svona hugsanlega orkan minni notu hér, við erum ekki allan ég þekki það ekki, mér svona ímynda mér það, þá er kannski alveg hugsanlega að skoða það. Það þarf ekki að borga sig upp á einu ári, við erum að tala til lengri tíma. En ég hef ekki verkfræðilega þekkingu á því og ég trúi ef mér sagt að þetta sé næstu ógerlegt, en ég hlusta þessu næstu því, þannig að það er þannig gerlegt að hvernig það hægt. Nú, það er verið að tala líka fleiri þætti, þetta er rétt að vera að þróa skipi, þau eru með gas og alls konar brennslu aðferðir, en eftir stendur samt, við þurfum að kolefnisjafna þennan þátt. Erum við að því? Ætlar Hafnasamlagið að taka þátt í því og koma að þeim þætti? Kolefnisjafna lítið, það er samt að gera það. Sem betur fyrir þetta minna heldur en var áður. Og erum við að taka þetta inn í stefninu okkar? Hvernig ætlum við kolefnisjafna þann þátt? Og við verðum líka að passa okkur svolítið í umræðinu að benda ekki á eitthvað annað sem er verra. Og það er svolítið hættan í þessu. Til hvers erum við að flokka rusl þegar skemmtiferðaskip og kemur og spúar ykkur svartolíu. Þetta heyrir mann umræðinni. Við höfum ekki að draga powerið úr fólki. Við höfum að halda áfram, takast á við það þætti sem eru og gera það eftir bestu vitund. Og ég bara tek heilshugar undir orð Sólveigbergar náðan. Hafnasamlagið er bara ekki, þeir bara bólskjölda, þeir segja ekki passi þessum máli. Þeir bara keyri þetta áfram. Við þurfum að vita hvað erum að tala. Kannski erum við bara í fínu málum, þá er bara gott að vita það. Við myndum gjarnan vita það. Þess vegna fórum við fram á það, og kannski þarf Hafnasamlagið að fá aðstoð frá AFE, frá Norðurorku. Nú, við erum með Hríseyjarferju, það verður að tala um að raforkuvæða hana. Það eru háar umræður það, bæði inn í ráðuneytum og annað, hvort eigi að fara að raforkuvæða Hríseyjarferjuna. Ég hef heyrt þetta er eina frábæra leiðin sem maður hefur heyrt. Þannig að við erum líka að tala um önnur skip, bara almennt. En höldum áfram að standa okkur vel og vitum hvað við erum að gera. Takk fyrir frábæra umræðu. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins af því að varðandi þessa umræðu, já, maður er mjög góð og við mögum ekki tala, hún hefur ekki verið hæpum mikið upp hérna í þessum ágæta sal, Bæjarfulltrúar kom aðeins svo inn á það að þessu umræðu væri að menn var að spúa svarthóli hérna. Það er eitthvað þess að við þurfum eiginlega bara að vita, og það er kannski ágætt að við séum að taka þessa umræðu hérna, að við þurfum bara að vita hvernig þetta raunverulega er. Af því að það er alltaf þessi umræða sem á sér stað út í samfélaginu þegar þetta fer á stað svona, að þá fara menn að hæpa þetta upp með alls konar yfirlýsingum, en við vitum ekki nákvæmlega hvernig staðan er, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að mæla þetta. En það er eitt af því sem hefur komið fram og það er ágætt að við tökum líka það umræðu að reglugerðin þetta hérna sem er hérna númer 124 frá 2015 brennisteins innihald í tilteknu fljótandi eldsneyti, að það er kveðið á í 11. greininni þar varðandi skip sem liggja við bryggju
Og það segir að til að stuðla bættu loftgæðum og draga úr mengun skulu skip sem liggja við bryggju nota rafmagn úr landi í stað skipa eldsneytis eftir því sem kostur er. Sé ekki möguleika að nota rafmagn úr landi skulu skip sem liggja við bryggju í höfnum landsins ekki nota skipaeldsneyti með meiri brennisteinsinnihald en 0,1%. Og grein heldur áfram síðan. En síðan í rauninni kemur stóra málið að í 13. grein þessara reglugerðar þá er talað að Umhverfisstofnun hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessara. Og það er, og svo framvegis. Og það er akkur það sem er alltaf vandamálið, líka öllu þessu kerfi hjá okkur. Við setjum alltaf fullt af einhverjum reglugerðum. Og svo fylgjum við ekki eftir eins og það vantar fjármagn. Og hann kvartaði yfir því þarna starfsmaður Umhverfisstofnunar þegar Þjóðverinn veifaði þessu mæli sínum þarna, að þá kvartaði hann að þeir hefðu bara ekki fjármagn, það er ekki nógu góð mælitekjur svo framvegis. En það er mjög slæmt. Og ef við erum að tala öll þessi mál, að það er mjög slæmt að við skulum ekki, Umhverfisstofnun skuli ekki vera kannski stakkbúin til þess að fylgja sínu hlutverki í þessu máli. Þess að það væri náttúrulega besta sem við getum gert, það væri það bara að Umhverfisstofnun kæmi hérna og þarna skulle séð tæki úttekt á þessu hérna hjá okkur. Það var lang best að það væri utanaðkomandi aðili, það væri ekki eitthvað höfnin sjálfi eða Norðurorka eitthvað, gott væri bara Umhverfisstofnun kæmi hérna bara og gerði úttekt á þessu. Það er hægt að senda út fyrirspurn á öll þessi skip, hvernig olíu voru það að nota. Þau geta væntanlega að gefa staðfestingu á því hvernig notkunni var og svo framvegis. En mér við þessa skyndirannsókn sem var gerð núna í síðustu viku, að þá virtust þau vera að nota hana heldur en svartolíuna. Þannig að það er bara mjög jákvætt. En það verður samtalt og við verðum líka að passa okkur á því að það kemur alltaf, skipin koma alltaf til með að menga. Það er alveg, við komumst aldrei hjá því. Það er alltaf einhver mengun af því. En varðandi hvað menn eru síðan að gera í hérna til að kolefnisjafna móti, þá fór höfnin hér á stað með verkefni, það er að kaupa tré á móti og bauð upp á það. Ég veit ekki nákvæmlega hversu vel það gengur, en mér skildist á formanni höfnarstjórnar að það væri yfir 1 hektari sem þeir ætluðu nú að nota eftir þetta ár, og vonandi verður þetta eitthvað sem menn rauninni auka, vegna þess að ég held að við séum öll sammála því að við viljum náttúrulega ekki spilla jörðin okkar og við viljum bæta loftgæðin hérna fyrir okkur í bænum. Þannig að við erum, held ég, í grunninn öll sammála, eins og alltaf. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara til að leiðrétta bæjarfulltrúa, gagnvart bæjarfulltrúa Permi, ég vona Preben, hann hafi ekki misskilið mig. Þetta er gerlegt. Þetta er bara spurning þetta fjárfestinguna og hvernig menn vinna þessu. Þannig að þess vegna er bara held ég verið bara jákvætt ef menn innu þetta og segja hvað þarf að gera og slíkt, og þá sjá menn, þetta er kannski eitthvað sem við getum ekki gert fyrir eftir einhvern tíma eða síðar eða kannski þetta bara alltaf dýrt fyrir okkur, þessi leið. En við getum örugglega stigið einhver skref, þannig að segja þetta að auka þetta fyrir allavega minni skip. Takk. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun frá bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursinni. Preben Jón Pétursson hefur beðið aftur orðið. Hann er upphafsmaður málsins og þar af leiðandi að fara aftur upp. Ég legg kannski bókunna fram sem tillögu til atkvæðagreiðslu að menn vinna að því áfram. Það sé ekki rétt að gera það hvort menn vilji opna þetta. Bókunn ein og sér og ekkert er gert með máli segir kannski ekki endilega allt það. Þannig að ég legg þetta fram sem tillögu að við förum í þessa vinnu. Bókunni sér tillögan. Legg það fram til atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Ég kem með tillögu
Bæjarstjórn Akureyrar felur umhverfis- og mannvirkjaráði að skoða, hvernig viljum við orða þetta, að fara yfir stöðu þessa mála út frá umhverfisstefnu bæjarins og afla sér upplýsinga um mengun skipa við Akureyrarhafnir. Hvernig sem við orðum það. Við þurfum bara að finna einhverja skemmtilegri kannski, einhver tillögur. Tökum hérna 47 mínútna hlé. Nei, tökum smá stund, smá hlé. Þá liggur fyrir okkur eftirfarandi bókun. Varandi skemmtiferðaskip á Akureyrarmengun, 9. liður. Bæjarstjórn Akureyrar felur umhverfis- og mannvirkjaráði að afla frekari gagna mengun frá skipum í Akureyrarhöfn. Þessi geta samþykkt það, þess að skeiða merki. Það er samþykkt samhljóða. Það eru eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 22. og 29. júní, 7., 13. og 21. júlí, 1., 10., 21. og 31. ágúst, bæjarráð 22., 29. júní, 7., 13. og 20. júlí, 3., 17. og 24. ágúst, fræðsluráð 27. júní og 21. ágúst, kjarasamningarnefnd 3. júlí, skipulagsráð 21. og 28. júní, 5. og 12. júlí og 16. ágúst, 2 fundir, 30. ágúst. Stjórn Akureyrarstofu 22. júní, umhverfis- og mannvirkjaráð 14. júlí og 18. ágúst, velferðarráð 21. júní og 16. og 30. ágúst. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. En í lokin vil Bæjarstjórn Akureyrar óska Háskólanum Akureyri innilega til hamingju afmælið. Háskólanum Akureyri er 30 ára í dag. Og segjum við fundi slitið klukkan 20:18.